Eða komið sælunir. Það langar mig að fjalla þetta að lifa í hógværð. Hefur þú einhvern tíma lent í aðstæðum þar sem að þér finnst rétt að standa með sjálfum þér? En þá manstu eftir þessum orðum úr ritningunni orðum Jesú hógværð. Þú gæti velt því fyrir þér, þýðir það að vera hógvær að ég þurfa að láta ganga yfir mig? Þýðir það að ég get ekki verið sterkur eða ákveðinn? Í heimi nútímans þar sem að styrkur og ákveðin eru oft haldið hátt á lofti, þá getur verið erfitt að sjá hvernig hógværð passar inn í myndina. En hvað er hógværð og hvað ef hún snýst ekki veikleika? Hvað ef hún er öflugur kraftur sem getur breytt lífiðinu og jafnvel eilífum örlögum þínum? Og hógværð er ekki óvirk uppgjöf, né er það skortur á styrk. Sönn hógværð er styrkur undir fullkominni stjórn, hjarta sem beygir sig fullkomlega fyrir Guði, og það verður ekki hrist af stormum heimsins. Það er andi Móse sem þótt hann leiddi þjóðir var kallaður hógværasti maður á jörðinni. Það er fyrirmynd Krists sem þótt hann hefði vald alheimsins, kraup til að þvo fætur hans sem sveik hann. Hinir hógværu erfa ekki vegna þess að þeir hrifsa, heldur vegna þess að þeir treysta. Hvers vegna er hógværð svo nauðsynleg samkvæmt Biblíunni og hvernig getur hún verið lykillinn að því að erfa jörðina? Það er vegna þess að hógværð er ekki veikleiki, hún er styrkur sem getur umbreytt lífið þínu. Og hvað er hógværð? Hógværð, orð sem oft er misskilið, en það geymir lykilinn að því að erfa jörðina. Líttu í kringum þig og jörðin, hún visnar undan þunga uppreisnar manna, dramblát illmenni ráða ríkjum og landið sjálft syrgir. En mitt í þessari hnignun stendur loforðið óhaggað. Hinnir hógværu munu erfa það sem hinnir dramblátu hafa lagt í eyði. Hvers vegna? Vegna þess að hinnir hógværu stuðla ekki að frekari hnignun jarðarinnar. Þeir ganga mjúklega annast hana sem ráðamenn frekar en að ræna hana sem sigurvegarar. Þeir skilja að jörðin er ekki okkar til að krefjast, hún er Guðs og við erum aðeins gestir á þessari jörð. Fyrsta uppreisnin hófst með löngun til að ná því sem ekki var til unnið, að taka frekar en að þiggja. Adam og Eva réðust til yfirráða án undirgefni og jörðin kveinkaði sér undan bölvun sjálfselskunar. En hinnir hógværu snúa þessari bölvun við. Þeir faðma sannleikann að arfur kemur ekki með valdi, heldur af náð. Eins og Abraham treysta þeir gjafaranum meira en gjöfinni og því verða þeir erfingjar endur nýjaðs heims. Og það segir í 4. Mósebók 12:3, en maðurinn Móse var einkar hógvær, framar öllum mönnum á jörðu. Móse, hinn mikli leiðtogi og spámaður, var hógværasti maðurinn á lífi. Hvers vegna? Vegna þess að hann skildi að styrkur hans kom ekki frá honum sjálfum, heldur frá Guði. En við skulum færa þetta nær okkur. Ímyndaðu þér að þú sért í hörðu rifrildi, blóð þitt síður og beinskeytt viðbrögð þín brenna á tungubroddinum. Hógværð er að vera og hafa styrk til að bíta í tunguna, hlusta, bregðast við af náð, jafnvel þegar hver einasta taug veru þinnar vill ráðast á móti. Hógværð er oft misskilin sem veikleiki, en hún er hið gagnstæða. Hún er hugrekki til að láta af stjórn. Hugsaðu Móse sem stóð frammi fyrir Faraó með óhagganlegri einbeitni, en bað miskunn fyrir hönd þeirra sem reyndu á þolinmæði hans. Styrkur hans fólst ekki í mætti hans,
heldur í trausti hans á þann sem kallaði hann. Hinir hóværu erfa vegna þess að þeir eru frjálsir frá harðstjórn sjálfsins, frjálsir til að fylgja leiðsögn Guðs, jafnvel þegar leiðin virðist heimskuleg í augum heimsins. Jesús, konungur heiminsins, reið inn í Jerúsalem á asna, ekki á stríðshesti. Hann sigraði ekki með herjum, heldur með nöglum. Sigur hans var tryggður með uppgjöf og í þessu opinberaði hann hjarta hóvarðarinnar. Þeir sem fylgja honum læra að sannur kraftur felst í því að lúta vilja Guðs, tímasetningu Guðs, réttlæti Guðs. Jörðin verður ekki endurheimt með sverði, heldur af lambi Guðs. Jesús lýsti þessi yfir í Mattheus 5:5. Sælir eru hóværir því að þeir munu jörðina erfa. Geturðu ímyndað þér viðbrögð mannfjöldans í heimi þar sem járnhnefi Rómaveldis barði alla andstöðu niður? Þá lýsir Jesús því yfir að það séu hinir hóværu sem muni að lokum ráða ríkjum. En hvað átti hann við með að erfa jörðina? Var Jesús að tala um einhvers konar hóværa byltingu, þar sem hinir hóværu öðlist skyndilega eitthvert veraldlegt vald? Ekki þannig. Þetta loforð nær langt út fyrir núverandi heimskipan. Í Mattheus 11:29 segir Jesús: Takið á yður mitt ok og lærið af mér, því ég er hóvær og á hjarta lítillátur, og þá munu þér finna hvíld sálum yðar. Ímyndaðu ykkur það, sá sem gat stjórnað sveitum engla, sem gat þagga niður storma með einu orði, lýsir sjálfur sér sem hóværum. Þetta er sami Jesús og rak víxlarana út úr musturinu, sem djarflega stóð frammi fyrir trúarleiðtogum samtímans. En þegar hann stóð frammi fyrir eigin krossfestingu, þagði hann frammi fyrir ákærendum sínum, eins og lamb sem leitt er til slátrunar. Hóvær snýst ekki um að vera veikburða eða óvirkur, hún snýst um að vita hvenar á að öskra eins og ljón og hvenar á að vera blíður eins og lamb. Og hún snýst um að hafa viskuna til að greina munin og styrk persónuleikans til að velja rétt. Svo næst þegar að þú heyrir orðið hóvær, hugsaðu ekki um veikleika, hugsaðu um stríðsmann sem veit hvenar á að stinga sverði sínu í slíðrið. Hugsaðu um leiðtoga sem hlustar meira en að talar, og hugsaðu um Jesús sem hafði allt vald en notaði það til að þjóna öðrum. Hóværð er ekki skortur á styrk, heldur styrkur undir fullkominni stjórn. Það er eiginleiki sem þegar hann er ræktaður getur ekki aðeins umbreytt lífi okkar, heldur heiminum í kringum okkur. Og dag einn verður bölvuninni aflétt, jörðin sem nú er sundruð af syndinni endur sköpuð. Árnar munu renna hreinar, eyðimörkur munu blómstra og ljónið munu leggjast niður hjá lambinu. Og hverjir munu ganga á þessari endurreistu jörð? Ekki stríðsherrar eða harðstjórarnir, heldur hinir hóværu, þeir sem neituðu að bæta við brot hennar. Þeir munu erfa það sem hrokinn tortímdi, en í endurskapaðri mynd. Þeir munu annast það sem þeir nýttu ekki og ríkja með þeim sem fyrst kendi þeim leið kyrrláts trausts. Þetta er vonin sem heldur okkur uppi, hinir hóværu berjast ekki fyrir sæti sínu í heiminum, þeir bíða eftir því, vitandi að loforð Guðs eru viss. Þeir eru friðasinnar hinnar blíðlegu sálar, þeir sem biðja fyrir óvinum sínum og blessa þá sem bölva þeim. Arleið þeirra er ekki hverfull sigur, heldur eilíft heimili. Og þegar Jesús flutti það sem við köllum fjallræðuna, var hann ekki bara að tala út klisjur. Nei, hann var að leggja fram byltingakenndan skilning á hvernig okkur ber að lifa lífinu.
Í Opinberunarbókinni 22:3 fáum við innsýn inn í þessa arfleið. Og engin bölvun mun framar tilvera, og hásætti Guðs og Lambsins mun í borginni vera, og þjónar hans munu honum þjóna. Þetta er jörðin sem hinir hóværu munu erfa, endurnýjuð og endurreist sköpun, þar sem Guð sjálfur býr með fólki sínu. Jörðin sem lofað var hinum hóværu mun ekki líkjast þessari, flekkaðri af synd og spilltri af sorg. Hún verður endur sköpuð, Eden afhjúpuð og paradís endurreist. Þar fyrir finnast ekki sverð drambsins eða yfirgangur hrokans, því að hinir hóværu fá landið til eignar og gleðjast yfir ríkulegri gæfu. Framtíðin tilheyrir ekki þeim sem sigra með grimmd, heldur þeim sem sigra með persónleika. Jörðin mun ekki deyja í höndum hinna voldugu, hún mun lifa í höndum hinna friðsömu. Hinir lítilmótlegu munu ganga á hæðum og hinir kyrlátu munu ríkja með Kristi. Arfurinn er í vændum, ekki með sigri, heldur fyrir sáttmála. Og Drottinn sjálfur tryggir það sem hinir auðmjúku öðlast. Heimurinn kann að líða undir lok, en orð Drottins varir. Og hvaða orð gefur hann hinum auðmjúku? Þið munuð erfa jörðina. Ekki bara heimsækja hana, ekki bara lifa í henni, heldur ríkja í henni. En við skulum ekki gleyma því að þetta lofar snýst ekki bara um nýja jörð. Það snýst að stjórna og ríkja með Kristi. Það snýst að vera treyst fyrir stjórnun nýrrar sköpunar Guðs. Og hverjum er betur treystandi en þeim sem hafa lært að stjórna eigin anda með hógværð. Þú gæti verið að hugsa, það er góð hugmynd, en hvernig lifum við þannig í raun og veru? Og til að svara því leitum við ekki lengra en til Jesús sjálfs. Hann talaði ekki bara, hann gekk göngu hógværðar alla leið til Golgata. Og ímyndaðu þér þetta, konungur alheimsins, sá sem allt var til fyrir, svipti sig fúslega guðlegum forréttindum sínum og dó á krossi fyrir okkur í auðmýkt og hógværð. Filippíubréfið 2:6 og 7 orðar þetta svona: Hann var í Guðs mynd, en hann fór ekki með það sem feng sinn að vera Guði líkur. Hann svipti sig öllu, tók á sig þjónsmynd og var mönnum líkur. Kristur var hógvær til dauðadags, ekki bara einhvers konar dauða, heldur skammarlegan og kvalafullan dauða, krossfestingarinnar. Skaparinn sem deyr af völdum sköpunar sinnar, allt til að bjarga þeim. Þetta er hógværð í sinni dýpstu mynd. Styrkur undir svo fullkominni stjórn að hann leggur sér fúslega fram fyrir aðra. Það er máttur sem kýs að þjóna frekar en að drottna. Og hér kemur kjarninn. Þessi sami Jesús sem sýndi hógværð í lífi sínu og dauða er sá sem mun ríkja yfir jörðinni, nýju jörðinni. Sá sem bar þyrni kórónu, hann mun bera sköpunar kórónu. Hendurnar sem neldar voru á kross munu halda á veldisbrota alheimsins. Það er kaldhæðnislegt að það eru þeir sem tæma sig sem fyllast. Það eru þeir sem hlusta sem eru leiddir og það eru þeir sem beygja sig sem eru upphafnir. Og þegar Jesús segir að hinir hógværu munu erfa jörðina, er hann ekki bara að gefa loforð, heldur er hann að leggja fram mynstur. Hann sýnir okkur að leiðin að sönnum mikilleika, að erfa allt sem Guð hefur í vændum, liggur hógværð. Og við þurfum að hafa augun föst á Jesú, höfundi og fullkomnara trúar okkar. Því í lífi hans sjáum við hógværð ekki sem veikleika, heldur sem umbreytandi kraft sem getur breytt hjörtum, lífum og að lokum heiminum sjálfum. Og við þurfum að gróðursetja hógværð fast í jarðveg daglegs lífs okkar. Það gagnast dyggð ef hún breytir ekki því hvernig við lifum. Ímyndaðu þér smá stund að hógværð sé eins og glerugu, að þegar þú setur þau upp, lítur allt skyndilega öðruvísu út.
pirrandi nágrannin þinn, erfiður yfirmaður þinn, bílstjóri sem svínar fyrir þig. Þeir byrja að líta kannski aðeins mannlegri út. Jakob hinn trúfasti postuli orðar það svona í Jakobsbréfi 1:21. Leggið því að hvers konar saurleik og alla vonsku og takið með hógværð á móti hinni gróður setta orði, frelsa getur sálir yðar. Það Jakob, það sem hann að segja þetta. Fjarlægið synd og dramb og látið orguðs festa rætur í hjartanu með hógværð og hógværum anda. Það eins og að undirbúa garð. Þú sáir ekki bara fræjum á harða jörð og býst við ríkulegri uppskeru. Nei, þú hreinsar landið, brýtur upp jarðveginn og gerir hann móttækilegan. Það það sem hógværð gerir fyrir hjörtu okkar. Hún gerir okkur móttækileg fyrir umbreytandi orði Guðs. En hógværð snýst ekki bara samband okkar við Guð. Hún ætti að lita öll samskipti sem við höfum. Og ef við viljum taka á móti þessu gróðursetta orði, verðum við að gera það af hógværð og að auðmýkt. Hógvær maður tekur við kennslu og leiðréttingu vegna þess að hann undirgefinn. En þrjóskur og dramsamur maður mun ekki geta tekið á móti orði Guðs eða gróðursetta í hjarta sér. Við þurfum viðhorf sálmaskáldsins sem bað: ljúk upp augum mínum að ég megi skoða dásemdirnar í lögmáli þínu. Við treystum á Guð til að opna þrjósk augu okkar fyrir þeim dásamlegu hlutum sem hann hefur. Við verðum að vera tilbúin til að taka á móti leiðréttingu og leiðbeiningum ritningarinnar og hjarta okkar ætti að endurtaka bænina í Sálmi 139. Prófa mig Guð og þekktu hjarta mitt, rannsaka mig og þekktu hugsanir mínar og sjá þú hvort ég geng á glötunar vegi og leið mig hinn eilífa veg. Og til að taka á móti orði Guðs af auðmýkt og hógværð verðum við að búast við því að við uppgötum í hjörtum okkar það sem verður að yfirgefa til að vaksa enn frekar. Við höfum margt að leggja til hliðar til að vaksa í orði Guðs. Græðsla felur í sig 2 hluti, að fjarlægja hið gamla og að bæta við hinu nýja. Við höfum ekkert plást fyrir hreinleika ritningarinnar ef við höldum fast í óhreinindi syndarinnar. Við getum ekki með réttu búist við að við sjáum orð Guðs blómstra í hjörtum okkar ef við hreinsum ekki út óhreinindi syndarinnar sem opinberast okkur. Og til að sjá orð Guðs gróðusett með góðum árangri höfum við ekki efni á að ganga í holdinu þar sem syndin allsráðandi. Við verðum að deyja frá holdinu eins og Rómverjabréfið 8:13 segir, því að ef þér lifið eftir holdinu munu þér deyja, en ef þér deyðið verk líkamans í andanum munu þér lifa. Hold okkar spillt og verður að afklæðast því svo við getum íklæðst nýjum manni og séð orðið vera gróðusett með góðum árangri. Í Kólussubréfinu 3:12 hvetur Páll okkur: íklæðist því eins og Guðs útvaldir heilagir og elskaðir, hjartans meðöngun, góðvild, auðmýkt, hógværð og langlyndi. Taktu eftir því hvernig hógværð mitt í öllum þessum kristnu dygðum. Hún ekki valfrjáls aukabúnaður. Hún hluti af andlegum fattaskáp okkar. Og hugsaðu það, hversu öðruvísi væri dagurinn þinn ef þú klæðir þig meðvitað hógværð á hverju morgni. Þessi snögga athugasemd frá maka þínum, mætt með blíðum skilningi. Samstarfsmaðurinn tekur heiðurinn af vinnu þinni, ávarpaður með ákveðnum en góðum orðum. Barni sem fær skapofsaköst, meðhöndlað að þolinmæði. En við skulum vera raunsæ, þetta ekki auðvelt. Eðliskvöt okkar að staðfesta okkur, krefjast réttinda okkar og berjast gegn vanvirðingu. Þar kemur styrkur hógværðarinnar inn í myndina. Það þarf raunverulegan kraft til að halda aftur af sér þegar allt í þér vill bregðast við. Og í Filippibréfinu 2:3 gefur Páll okkur þessa krefjandi fyrirmæli.
Gjörið ekkert af eigingirni eða hégómakennd. Verið lítillátir og metið aðra meira en sjálfa yður. Ímyndaðu þér heim þar sem allir lifðu eftir þessari meginreglu. Átök myndu dofna, jafnvel áður en þau byrjuðu. Gremja, hún hefur ekkert eldsneyti til að brenna. Friður myndi ríkja á heimilum okkar, vinnustað og samfélaginu öllu. Hógværð ekki veikleiki, hún snýst að ná tökum á mætti, ekki fjarveru hans. Hún stálvafið í flaugel og öskrandi ljón sem velur þögn fram yfir óp. Hógværð ekki að missa mátt sinn, hún snýst að leggja mátt sinn til hliðar og til að þjóna æðri tilgangi. Ritningin fullvissar okkur að Drottinn annast hrjáða en óguðlega lægir hann að jörðu og hinir hógværu hrópa ekki til að vera heyrðir, þeir hlusta til að fá leiðsögn. Og eins og eldur undir stjórn hlýjar hógværðin frekar en að brenna og hreinsar frekar en að tortíma. Hógværð snýst ekki að hafa minna hugrekki, heldur meiri stjórn. Og þó heimurinn vilji gleyma þeim, gerir himinin það ekki. Þeir eru leiddir að Guði sjálfum, að guðlegri leiðsögn sem bregst ekki. Leið hógværðarinnar ekki leið aðgerðarleysis, hún undirgefni sem ekki merki ósigur, heldur merki visku. Pétur postuli sem þurfti að læra hógværð á erfiðan hátt, segir okkur í 1. Pétursbréfi 3:4 að það sé hinn huldi maður hjartans í óforgengilegum búningi hógværðs og kyrrláts anda og það dýrmætt í augum Guðs. Og takið eftir að hann kallar það búning. Hógværð ekki bara hagnýt, hún falleg. Hún prýðir persónuleika okkar og gerir okkur aðlaðandi á þann hátt sem engin ytri fegur getur jafnast á við. Hugsaðu atvik þegar einhver brást við reiði þinni eða gagnrýni með óvæntri mildi. Tók það ekki bara vindinn úr seglum þínum? Það kraftur hógværðarinnar í verki. Það eins og að hella vatni á eld. Það slekkur ekki bara logana, það kemur í veg fyrir að þeir breiðist út. Hógværð snýst ekki bara hvernig við hegðum okkur, hún snýst hver við erum að verða. Hún snýst að leyfa Guði að móta okkur í fólk sem endurspeglar persónuleika hans, sem færi friðsinn í allar aðstæður. Hógværð ekki bara persónueinkenni sem við getum tileinkað okkur með hreinum viljastyrk. Nei, hógværð ávöxtur andans, guðlegur eiginleiki sem vex í okkur þegar við gefumst undir umbreytandi kraft Guðs. Páll orðaði það svona í Galatabréfinu 2:20: Ég krossfestur með Kristi, sjálfur lifi ég ekki framar, heldur lifi Kristur í mér. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég í trúnni á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í svörurnar fyrir mig. Það leyndarmál sannrar hógværðar. Það snýst ekki að bæla niður eðli okkar, heldur að leyfa Kristi að lifa í gegnum okkur. Nú geti heimurinn hæðst að hógværð og séð hana sem veikleika, en leyfið mér að segja ykkur að það styrkur í hógværð sem kemur veraldlegu valdi til skammar. Páll sem vissi eitt og annað styrk, höfðaði Korintumanna með hógværð og mildri Krist. Þetta sami Páll sem stóð frammi fyrir skipbroti, barsmíðum og fangelsum, en hann sótti ekki styrk sinn frá eigin siglu, heldur frá hinum hógværa og milda Kristi sem býr í honum. Veraldlegur styrkur snýst alfarið að staðfesta sjálfan sig, setja mark sitt á og fá sínu framgengt. En styrkur sem finnst í hógværð grundvöllur einhvers miklu öflugra, trú og traust á Guð. Það styrkur til að bjóða hina kinnina, elska óvini sína og fyrirgefa 70 Nú þetta ekki ný hugmynd. Í Sálmi 37:11 lesum við: En hinn hógværu fá landið til eignar.
gleðjist yfir ríkulegri gæfu. Og þetta í sálmónum. Þetta snýst ekki bara landið, heldur uppfyllingu upprunalegar áætlunar Guðs fyrir mannkynið. Í upphafi var Adam og Eva gefið yfirráð yfir jörðinni. Syndin klúðraði því. En áætlun Guðs breytist ekki. Og þegar sá dagur kemur, þegar ríki mannanna hrynja og þjóðirnar falla fyrir hásæti Lambsins, þá verður það hinir hóværu, ekki hinir voldugu, sem dómari allra jarðarinnar mun kalla fram og segir: gangið inn í gleði drottins. Ekki sem gestir, heldur sem erfingjar. Því að jörðin sjálf mun fagna því að vera stjórnað, ekki af þeim sem leita gulls eða dýrðar, heldur af þeim sem lifa í náð, gengu í mildi og töluðu af miskunn og endurómuðu mannsoninn. Þann sem kom ekki til að kremja, heldur til að hugga. Í Opinberunarbókinni 22:3 fáum við innsýn í endurreisn þessarar áætlunar og þar segir: og engin bölvun mun framar tilvera og hásæti Guðs og Lambsins mun í borginni vera og þjónar hans munu honum þjóna. Ímyndaðu þér heim þar sem syndin og áhrif hennar eru horfin, þar sem nærvera Guðs áþreifanleg, þar sem við þjónum ekki af skyldu heldur af kærleika. Þetta það sem lofað hinum hóværu. Þetta snýst ekki bara að stjórna, heldur að vera endurreist í okkar sanna tilgangi sem umsjónamenn sköpunar Guðs. En hér kjarninn. Við þurfum ekki að bíða eftir nýju jörðinni til að byrja að líta og lifa á þennan hátt. Jesús kallar okkur til að fylgja fordæmi sínu hér og nú. Og í Mattheus 16:24 setur hann það skýrt fram: hver sem vill fylgja mér, afneiti sjálfum sér, taki krossin og fylgi mér. Að taka upp krossin okkar daglega, það hóværði verki. Það að velja Guðs veg fram yfir okkar veg á hverjum degi. Það að bregðast við móðgunum með góðvild, hatri með kærleika, illu með góðu. Það ekki auðvelt, en munið, við gerum það ekki ein. Við höfum kraft Krists sem býr í okkur. Og hugsið okkur áhrifin sem við gætum haft ef við lifðum sannarlega svona. Í heimi sem sundurslitinn af átökum, sundrung og eigin hagsmunum. Ímyndið ykkur umbreytingakraft samfélags fólks sem lifir eftir kristinni hóværð. Það var eins og ljós sem brýst gegnum myrkrið, eins og salt sem varveitir og bragðbætir daufan og fölnandi heim. Við þurfum að muna að þetta snýst ekki bara persónulegar umbætur, það snýst að vera hluti af stórkostlegri áætlun Guðs að endurreisa sköpun sína. Og sérhver ákvörðun að sína hóværð, hver stund sem við leyfum Kristi að lifa í gegnum okkur, það allt forsmekkur af þeim heimi sem koma skal. Og leyfðu mér því að skora á þig, hvernig munt þú tileinka þér hóværð í dag? Í fjölskyldu þinni, vinnustað þínu og samfélagi þínu, munt þú taka upp krossin og fylgja fordæmi Krists hóværð? Valið þitt, en mundu hinir hóværu munu erfa jörðina og svo arleið hefst núna, þegar við leyfum umbreytandi krafti Guðs að starfa í lífi okkar og móta okkur í mynd sonar hans. Það komin tími til að beina sjónum okkar inn á við og fram á við. Þetta snýst ekki bara að skilja hugtak, það snýst umbreytingu. Og þú hefur heyrt sannleikan, hóværð ekki veikleiki, heldur styrkur undir stjórn Guðs. Þú hefur séð hvernig hún mótaði líf persóna Biblíunnar eins og Móse og náði fullkominni birtingamynd sinni í lífi Jesú Krists. Þú hefur uppgötvað loforðum arf sem býður þeirra sem rækta þennan guðdómlega eiginleika. En þekking án verka eins og trú án verka. Hún dauð. Svo ég skora á þig í dag, munt þú tileinka þér slíka hóværð? Þorið þú að vera hóvær í heimi
sem verðlaunar hroka. Ef þú ert tilbúin að tileinka þér þennan styrk sem stangast á við menningu okkar, taktu þá ákvörðun í dag. Amen.